Erlingur Sigurðsson, næstur á mælendaskrá, gjörðu svo vel. Formaður, góðir ráðsfyrirliðar. Ég ætla að stinga upp á því að þessi skiptum röð á tillögunum. Mér finnst svo almenn að vera nummer 2 núna en hann ætti að vera nummer 1 en hinn á tillögu 1 að vera nummer 2. Þar sem að hún er á það sérstökum tillögunum. Síðan er það þannig með þjóðaratkvæðagreiðslur að þær eru fyrir þjóðina en ekki fyrir þingmenn. Þess vegna er ég ánægður yfir því að það er búið að ferla burt hugmyndir þriðjung alþingismanna og meiri hlut það líka í raun og veru að þeir geti farið fram á atkvæðagreiðslur. Og ég vil leggja áherslu á það að þetta er aðferð þjóðarinnar, ekki til að þingmenn annarkvort þvogi hendur sínar eða staðfesti álit sitt. Það er ég ófríður í kringum mig. Nú tillögur Þórkells tölu í staði prósentu. Þær hafa þann galla að stjórnarskrár eldast og ef að þetta hefði verið sett inn í 1944 þá hefði þetta verið milli þriðjungur og helmingur atkvæða sem er hrikalega mikið, 30.000, þó að sé að orðið 12% núna. Þess vegna eru prósentutölur betri. Og ég vil segja, eins og ég framhaldi þessu áðan, að alþingi á í sjálfu sér ekki vera með fingurna í skoðunar í þjóðaratkvæðagreiðslum. Þjóðaratkvæðagreiðslur eru leiðin til að hafna vilja alþingis eða staðfestan, en það er ekki frumkvæði alþingis í því. Og þess vegna finnst mér að það ætti að vera landskjörstjórn sem stendur fyrir kosningunum að sjálfsögðu og hún getur látið embætti forseta. Og málskotsréttinu myndi ég halda, það er annarleikur, ég ræði það ekki hér. En eitt stjórnarskrárbreytingar. Mér finnst það ofílagt að ætla 2/3 krefjast 2/3 hluta þingmanna til að leggja málið undir þjóðaratkvæði. Þjóðaratkvæðagreiðslan er það sem skiptir máli og það er hart að leggja það í þriðjung þingmanna að hann geti hafnað því að setja máli í stjórnarskrárbreytingar í þjóðaratkvæðagreiðslu. Svo þakka ég fyrir.